Jæja, verið velkomin á Vesturlandið aftur. Við ætlum að koma með glænýja sumarþætti þegar á líður, en þangað til langar okkur að rifja upp skemmtilega stundir frá liðnum sumrum í gegnum tíðina. Það eru mörg að móða, en við skulum byrja á Bjarteyjarsandi hérna í Hvalfirði og fara í kræklingatínslu með þeim. Í norðanverðum Hvalfirði er bærinn Bjarteyjarsandur. Þar sem rekið er sauðfjárbú, ferðaþjónusta, já og ýmiss konar fræðslustarf. Eitt af því sem boðið upp á er kræklingafjara, eins konar sambland af fræðslu og kræsingum. Við erum stödd í þessari paradís hérna niður í fjöru. Ert þú hérna alla daga? Já, meir og minna. Það er náttúrulega svona árstíðabundið hversu mikið erum að vera hér. Eftir því sem að sólinn hækkar á lofti, því meira erum að vera. Já, má tína krækling allan á sem eða hvernig gengur þetta fyrir? Það er svona þumalputtareglan er að í mánuðum sem er ekki RÍ, að þá tínum við ekki. En það er kannski ekki alveg hægt að treysta á það, en það er svona það bil, svona yfir vetrartímann og á vorin helst. Eru þið með leiðsögu mann í ferðum að sýna þeim hvernig á að standa því að tína? Já, hér náttúrulega kemur alveg fullt af ferðafólki sem aldrei hefur fengið að upplifa þetta í rauninni og þá förum við með og sýnum þeim handbröðin og hvað má tína í rauninni og hvernig við gerum þetta. Þannig að við viljum líka auðvitað passa upp á það að við göngum ekki á hér auðlindin okkar og förum vel með. Og svo þetta er þetta fjölskyldusport, krakkarnir brjálæðir í að koma hér og tína og borða. Þú talar áðan að fara sem næst vatninu. Já, best að fara náttúrulega þar sem hann er búinn að vera sem styðst upp úr sjónum í rauninni, þá er hann ferskastur. Og svo auðvitað brýnum við fyrir öllum að við tínum bara akkurat þar sem við ætlum að borða, hvorki meira en ég minna. Ég var að smakka eitthvað góðgæti hjá þér áðan, hérna, beint úr fjörunni. Hér er auðvitað alveg gósenland af alls konar góðgæti. Hér finnum við söl og við finnum marínkjarna, við erum með purpurahimnur og alls konar og nánast allt hér sem við stöndum vona og er meira og minna hægt að borða eða nýta sér í matreiðslu á einhvern hátt. Bjóðið upp á eldan líka? Já, við gerum það. Við förum hérna með fólkinu og lefum því að tína og svo förum við og kennum þeim að hreinsa kræklinginn og sjóðum hann og borðum saman. Já, ekki grunaði með að hafmeyjar og purpurahimnur væru svona bragðgott snakk, svona beint úr sjónum. En það er ekki ólíklegt að ég eftir að finna mig í fjöru í framtíðinni. Auðvitað á beit. Það er lítil ferðaþjónusta, við bjóðum á gistingu og síðan erum við með þennan sal hérna fyrir í gömlu hlöðunni. Þar getum við tekið á móti gestum, alltaf 50-60 manns í mat með votta eldhús. Og þannig byggjum svolítið á þessu. Við erum fyrst og fremst sauðfjárbú með 600 kindur, búum á þessum dásamlega stað með fjöruna og þannig að öll okkur svona þjónusta ferðamenn snýst bara svolítið í grunninn það. Og sagði 600 kindur, mér finnst þú skilja hérna gæsina út undan, er ekki? 600 kindur og eina gæs. Getur hver sem er farið í fjöruna og tí? Já, svo framalega sem við bara haft samband við okkur. Við reynum 2 ári að hafa opinn dag þar sem við bjóðum fólki að koma með okkur í fjöruna, auglýsum þá viðburð og kennum fólki að tína, kennum fólki hvernig að umgangast fjöruna, deilum uppskriftum og höfum þetta svona fræðslutengdar ferðir. Þannig að þá geta allir sem vilja komið þessa 2 daga á ári. Ef það hentar ekki fólki, þá er bara hægt að hafa samband. En það er kannski bara líka ágætt að hafa í huga á svona svæðum eins og hér, þá er strandlengjan friðlýst stóran part af voru fram á sumar, bara út að æðavarpi. Þannig að umgengni er ekki alveg frjáls. Hvaðan kemur þessu uppskrift? Ég hef bara ekki smakkað betri mat, aldrei. Sko, hráefnið er náttúrulega frábært. Þú færð ekki ferskar hráefni. Þau voru í fjörunni, tíndu hann bara beint þaðan, hann fer beint í pottinn og það þarf voða lítið. Það þarf ekki að setja neitt. Okkur finnst gott aðeins að setja pínu hvítlauk og hvítvín og blaðlauk og gulrætur, en það þarf samt ekkert. Einfalt er oft best. Þetta var gaman. Fyrst að við erum nú byrjuð að borða, þá skulum við bara halda því áfram.
Kíkjum í ræktunarstöðina Lágafelli þar sem við fengum að smakka blóm. Það er gaman að segja frá því að þau eru búin að opna kaffihúsið núna. Það heitir Hjá góðu fólki og aldrei að vita nema við kíkjum þangað í sumar. Og þá var sem sagt draumur í dós að geta farið að vera sjálfsins herra og við fluttum hérna ákvaðum að taka hérna flag í fóstur, sem sagt Snæfellsnesi. Flag í fóstur, það er. Og hérna ræktaði upp hérna garðplöntur og sumarblóm og svona. Já, við byrjuðum sem sagt heima á Lágafelli, Syðra Lágafelli, 90, að byggja upp og vorum með garðplöntustöð í 11 ár og skelltum okkur svo í að hérna rækta hérna skógaplöntur í 11 ár og erum sem sagt núna búin að svissa og erum komin í salatið. Og þeir eru búin að færa ykkur hérna í nálægt vegamótunum innan Stykkishólmi. Já, jú, við gerðum það 2002, þannig við erum búin að vera í 14 ár hér. Og sem sagt, já, 11 ár sem við vorum hérna með skógaplöntunar og þá 3 ár sem sagt við erum búin að vera með salatið og kryddið og blómin hérna, eins og hér. Hvað hérna, það var nú einmitt það sem ég var að spá í, hérna, þetta er ætt, eða ekki? Jú. Hvað hérna? Þetta er skjaldflétta. Skjaldflétta? Já. Má ég taka? Já. Setji allt, einhverja pöntun út af laginu? Nei. Og er eitthvað hótelsalatflétta? Nei. Þetta er ekki gott. Já, þetta er gott, já. Og blöðin eru ekki eins, þannig að þú ert eiginlega að smakka blöðin líka. Nú, já, hérna. Já, þau eru nefnilega ekki eins og blómin. Já. Hérna við vorum að leggja þetta dýrindis te frá mig hérna. Myntuð beint frá. Og þetta minnir á hvað? Ekki láta mig gera svo leiðis. Radísu. Já. Svo eru líka hérna uppi. Þessi hér, þau eru æðisleg. Og hvað, eru hótel að kaupa þetta líka? Já. Veitu hótel og veitingastæðir að... Já, ég er hérna að klippa þetta fyrir Sjá Sjávarpakkhúsið og Nærverastofu og hótelbúðir og Fosshótel. Og svona sítrónu. Já. Síðan hvernig voru blómætt? Þetta er náttúrulega allt blóm. Já. Þetta er eitthvað nýtt. Þessi eru æðisleg, er það ekki? Hvernig gengur að vinna hérna? Ertu ekki alltaf bara? Já, svona, inn á milli, kannski. Já. Hvað hérna, en nú stendur mikið til hjá ykkur í hjónum. Já. Þið eru ekki bara með græna fingur, þið eru með hamarinn á lofti. Já. Frá morgni til kvölds. Já, þorðir. Hvað ætlaði ég bara að gera? Við ætlum að fara að byggja hérna upp sem sagt, sölu og kaffihús. Þannig að við ætlum að vera með kaffi og te hérna úr sem sagt, af jurtunum hérna úr gróðurhúsinu og salat með blómum og dressingu sem er náttúrulega krydduð með kryddi hérna. Nú, við ætlum að vera með líka þannig að fólk geti keypt upp salati. Keypt salat þá og blóm til þess að hafa með einhverju góðu og jafnvel þannig að við verðum með hérna, kjöthúsveitinni og allan að sultur og kjöt og eitthvað fisk í norðan megin sem ég var búin að ræða við einhverja þarna til þess að vera með hjá mér. Þannig að svona lítið söluhús. Nei, hvað kemur þið með hérna núna? Ekki láta smakka og láta geta það. Nei, ég fyndi lyktin einhverja yndisleg. Vist bara æðisleg lykt á öllu hérna. Já. Hvað er þetta? Þetta er sækvönn og við erum sem sagt hérna búin að vera að rækta sækvönn hérna í nokkur ár. Gott með það. Já, þetta er rosalega gott. Og þetta myndi, Rúnar og hérna Marvins, hann sagði að þetta veri hérna snæfellska steinselja. Þannig að, en hún er náttúrulega ekki lík steinselju, en hún er svolítið krydduð. Já. Og hérna, við sem sagt, okkur dreymir það að þetta verði einkennisjurt Snæfellsnes. Náðu þið hérna vilda og rækta hana? Nei, við náðum okkur í fræ og ræktaðum upp frá fræi. Já. Ég hef með heila breiðu hérna sem ég klippi af reglulega. Hún er sterk? Já, hún er sterk. Mjög hérna, bragðmikil og afgerandi. Líka kölluð meistarjurt var hann líka notuð, sem sagt, þetta var lækningajurt hérna í gamla daga. Og alveg notuð fræin og rótin. En við sem sagt hefum verið bæði að nota hérna fræin og hérna laufblöðin. Sött og sæl höldum við upp á Akranes. Þar voru eldsmiðir með mót og voru að smíða ýmislegt skemmtilegt úr járni og því sem að þeir smíða úr. Við kíktum á þá sem og vitan sem er alltaf sívinsæll. Skoðum þetta. Eldsmíði, hvernig kemur það til? Það er svolítið skrítin saga. Við byggðum smá hús í garðinn, steinhlaðið hús, og það er ekki hægt að byggja steinhlaðið hús og svo er það ekki neitt.
og einhver hugsa, það getur verið smiðja. Enginn kunni að smíða á bænum. Svo sumar eftir kom kona á handverkssýningin á Hrafnagili að kenna eldsmíði og þá dreif ég mig á námskeið af því að við áttum smiðju í garðinn að svo þetta nota. Varstu búin að smíða í húsið í garðinum heima hjá þér? Ég var með smiðjuna í garðinn sem enginn notuðu. Þannig að ég fór þá að skoða þessi eldsmíði og hef verið í handverki frá ég var krakki, alltaf elskað öllu handverki og svona ótrúlega langun ég að prófa allt einhvern veginn. Og þetta átti mjög vel við mig, mér finnst þetta mjög skemmtilegt og ennþá þetta mjög skemmtilegt. Hvað það svona helst sem að hillar við þetta? Þetta náttúrulega einhvern veginn þetta, þú ert með svona, veistu, járnstöngir sem við erum að smíða úr. Þetta bara kallt járn, hart og einhvern veginn formlaust. Svo getur við hitað það upp í 1300 gráður og formað það eins og leir og fengið út eitthvað rosalega fallegt. Og hvaða félagsstarf í þessu? Já, það náttúrulega, hér á Akranesi svona eiginlega, hvað ég segja, hjarta eldsmiðanar hér á Görðum. Þegar við eigum mjög duglegan formaður í félagskapinn, Íslenskir eldsmiðir, Guðmundur. Og þannig að hér alltaf móti einu sinni ári. Svo gerna hittumst við og höfum þorrablót saman og smíðum þá í leiðinni Þeir hafa fulla aðstöðu hér eldsmiðirnir á Akranesi, eða ekki? Jú, þetta svolítið svona löng saga. Þetta búið að vera langur tími. Þetta svona í kringum 2002-2003 sem að þeir komu hérna fyrst. Guðmundur Sigurðsson, eldsmiður eða allt múlíkt mann í meiru. Hann var svona verkefnaráðinn hérna á safnið og kom með þessa hugmynd að hvort það væri ekki möguleiki á að vera með svona einhverja eldsmíði hér inn á safninu. Og síðan hefur þetta bara rúllað og undið upp á sig og nú í dag þá eru svona í kringum 30 eldsmiðir, get ég trúað, bæði innlendir og erlendir sem koma reglulega fyrir utan allt fólk sem kemur að skoða. Já, þetta vinsælt áhorfs og fallegt áhorfs. Mjög svo, þetta mjög svona myndrænt líka og mjög vinsælt og þetta eru eldglæringar og bæði menn og konur að lemja járn og sviti, maður getur kannski satt blóðsvit og tár. Hefur smíðað eitthvað úti í húsunum heima? Já, alltaf að lagfæra í fjósinu og fjárhúsunum og svo þarf stundum hlutar í vélanum, heifinnuvélum, eitthvað sem bilar og maður þarf að redda sér, þá búið gott að hafa smiðjan. Húsin hérna bakvið, þeir byggðu þetta sjálfur eldsmiðirnir eða? Já, eldsmiðjahúsið sem þeir eru með aðstöðu í, þeir byggðu það 2013 og eldsmiðjahúsið svona í gömlum stíl og eins og húsin sem eru hérna til hliðar við eldsmiðjuna, Bátaskýlið og Hjallurinn, að þetta svona í þessum gamla stíl. Þetta svona upprunalegt frá 19. öld. Smiðja, í hverju felst smiðja að hafa smiðju í garðinum? Sko, þá hefurðu, smiðjan þannig að þú verður að hafa afl og afl skál sem þú getur sett kol í og skálinn þannig að það göt í botninn, þannig að þú getur blásið loft, súrefni. Já. Þannig að þú kveikir í kolinn og kolinn eru oft steinkol eða koks, þetta koks og það í rauninni unnin steinkol. Þær gefa ennþá öflugri hiti. Hvað þarftu mikinn hita til þess að geta brætt járn? Járn held ég bráðnar við 1400 gráður. Er það ekki strákar? 1400? Nei, járn 1600. 1600? Stál 1400. Já, mér sagt eftir auðvitað. Já, á það leitið sem sagt. Það auðvelt að bræða járn í þessu. Þegar þú blæs súrefni inn í þessu kol, þá bara svo mikil hiti þarna inni að þú bræðir. En við viljum alls ekki það bráðni. Það það sem við erum að díla pínu við, sko. Já, auðvitað. Af því að við erum að smíða. Já. Og svo erum við að hita járnið, svo kemur einhver að tala við manni og allt í hennu eru að bráðna það og lag ofan. Þannig að við verðum að læra að sjá hitastigið á járninu. Og það verður fyrst rautt, allir þekkja við rauðglóandi járn. Svo verður það appelsínugult, svo verður það gult og svo fer það yfir í að vera næstum hvítt. Og þá það alveg komin að því að bráðna og þá auðveldast að vinna það. Okay. Þannig við förum svona upp í það gul-hvíta. Þá hömrum við, þá er það farin að verða hart aftur og svo hita upp aftur. Þannig að vinnslan felst í því að þekkja litina og hamra járnið meðan það er heitt. Hamra járnið meðan það er heitt. Heitt og hvítt, af því ef þú ert að hamra þegar það er hálfkalt,
þá varstu að nota rosa mikið orku og þú færð ekkert út í því. Upphafið var það að ég vakti máls á slæmu ástandi á gamla vitanum, litli viti sem hérna rétt utan við. Og ég tók nokkra myndir af vitanum eins og hann leit út og sendi á Morgunblaðið og baði að fjalla ástandið á vitanum og hvetja í rauninni til þess að hann endurbyggður sem hann var gerður. Og það var gert 2012 og 2013 og seinna árið þegar hann var fullviðgerður þá var hann valinn á einni erlendri vefsíðu 3. fallegasti viti í heimi. Og svo fengum við félagarnir úr ljósmyndafélaginu Vitin á Akranesi, fengum lánaði lykilinn af þessum vita, Akranesvitanum. Og hugmyndið var svo að fara upp á toppvitans og taka myndir hérna yfir bæjarfélagið. Og Finnur heitir hann Andrisson sem fékk lánaðan lykilinn og svo var einhvern veginn ekkert úr því að við skiluðum lyklinum. Og ekki löngu seinna þá kom Akraneskaupstað með auglýst eftir hugmyndum til að auka þennan ferðamannastraum og þetta var fyrsta hugmyndin að opna þennan vita og bjóða ferðamönnum að kíkja upp á topp. Á þessum tíma ert þú starfsmaður upp í álveri, eða ekki? Já. Já. Og 12 tíma vöktum þar. Já. Og áhuga ljósmyndari þá? Já. Hvaða starfsemi í dag í Vita? Það í rauninni, það búið að flytja upplýsingamiðstöðina. Hérna niður eftir, nýlega búið að gera það. Og það búið að ráðast í það að hafa hérna bæði upplýsingamiðstöðina og umsjón með vitanum. Og þetta verkefni sem er til enda ársins 2017 og verður vonandi framhald af því. Það eru einhverju menningarviðburðir hérna líka, eða ekki? Það eru menningarviðburðir reglulega hérna. Við vorum til dæmis með í sumar, vorum með krakka úr tónlistarskólanum á Akranesi sem spiluðu hérna alla virka daga fyrir gesti vitans frá 1 til 4. Og það verkefni var styrkt af Sambandi sveitarfélaga á Vesturlandi og gekk mjög vel og verður væntanlega og vonandi á næsta ári líka. Og Vitin opinn hérna fyrir ferðamenn til að koma og kíkja á allar hæðir og alveg upp, eða ekki? Jú, það gríðarlega fallegt útsýni á toppnum. Suður á Reykjanesi og allan hringinn vestur á Jökul, Snæfellsjökul. Af hverju þessi hljómburður hérna? Það eru allir eins og þau séu með stór tenóra rödd. Hvað? Ég bara veit að ég held að þetta sé bara, ég held að sívalningar hljómi svona vel, ég þekki þetta bara ekki nóg vel. Það er fólk ekki mikilmennsku brjálæði hérna inni, eða svona mikilmennsku raddbrjálæði? Jú, það má vel að segja það. Og ég segi nú við flesta sem koma inn að það geta allir sungið í mannverki eins og þessu. Og það þarf í raun ekkert að syngja, það er nóg að umla bara. Hver finnst þér að vera upplifun ferðamanna sem koma? Hvað er það sem, er það útsýnið, er það hljómburðurinn eða bara? Það er eiginlega svona sitt lítið af hverju. Það er útsýnið, það er hljómburðurinn í vitanum. Og þegar við erum með sýningar hérna, náttúrulega þá er það ákveðin upplifun. Það er svo sem ákveðin upplifun þegar við erum með tónlistarviðburð í vitanum, sem er, eins og segja, það er ákveðin upplifun. En ef við fáum gestina til þess að syngja sjálfa, þá er það enn meiri upplifun fyrir þau. Já. Ég veit ekki með ykkur en ég var alveg til í að skella mér í notalegt bað eða sund. Lýsuhólslaug á Snæfellsnesi. Það er akkurat verið að taka henni gegn í þessum töluðorðum og opnar alveg ný og endurbætt laug í sumar. En skoðum hana eins og hún var þegar við fórum í heimsókn og heyrum þessa stórmerkilegu laug. Elisabeth, ofboðslega þetta notalegt? Ekkert smá. Hvað getur þú sagt mér hérna lýsuhólslaugina? Herðu, þetta er bara einstök laug. Þetta er heitt ölkelduvatn. Ég held að það sé bara hvergi annars staðar í heiminum heitt ölkelduvatn. Það er til kalt á nokkrum stöðum. Og svo vex grænþörungur í þessu vatni sem heitir klórela. Sem er mjög vinsæll að kaupa bara í heilsuhúsbúðum. Já. Tekið eins og bætiefni. Já. Hann er ríkur af B12 og alls konar steinefnum. Já. Og er þekktur fyrir það að hreinsa svona þungmálma úr líkamannum. Þannig þetta er svolítið magnað. Ok, og þetta er ölkelduvatn sem kemur beint úr jörðu? Já. Og hvernig er ölkelduvatni?
það er svona, þetta er svolítið eins og sódavatn. Já, hálfsýkt. Já, og nema það er svona, þetta er nú náttúrulega, þetta er svo járnríkt, þannig að það er alveg svolítið járnbragð af þessu. En þetta er meinholt, sko. Já, og hvað er þessi laug búin að vera hérna lengi? Sko hérna hefur hún verið síðan heldur 1980-81. Þá var sem sagt þessi laug byggð. En sko áður þá var hún, ef maður fer aðeins lengra inn að vestur, þá var hún þar bara svona á árbakkanum eiginlega. Já, þar kemur líka heitt vatn eða var því bara að hafa leitt áfram? Það er leitt áfram hingað. Þannig að... Og lýsóðslegin er samansett úr, hvað er þetta, 12,5 metrar hérna, eða ekki? Þetta eru 16. 16 metrar, hvernig læt ég þetta? Og þessi 2 pottar hér? Já, þessi er bara nokkur ára gamall. Svo er annar eldri hérna hinum megin. Og hvernig er það? Nú er þetta notað sem skólasund, nú er skóli hérna á Lýsóli. Já. Og hvað er hún notið meira? Það er skólasundið og svo er þetta í rauninni bara ferðaþjónustu svona attraction á sumrin. Þannig er alveg orðin freka vinsæl. Opið almenningi? Já. Og þetta er eins og þú sagðir áðan eina sinna tegundar á landinu og jafnvel í heiminum. Já. Með heitu ölkindafætti. Finnst fólk ekkert skrítið að koma hún í svona hérna, nú er lífríkið, þú varst að segja grænþörungur, þessi klórela, hérna, hreinsar þetta alveg, er þetta? Já, þetta hefur alveg verið mælt og svona, þetta heldur sem sagt öllum þessum vondu gerlum alveg niðri, sko. Það er náttúrulega sýrensli líka, sem náttúrulega verður að vera í þessum klórlausu. Já, og það er náttúrulega, það er engin klór. Já, það er alveg magnað. Já. Við hittum hérna krakkan áðan og þau voru að segja að það er þetta að kafa með opin augun og svíður ekki neitt og þetta hlýtur að vera gott fyrir yngstu þegar það er að læra. Svo finnum að það er svo sleift að maður hérna. Þið eru ekkert að lenda í að fá ferðamenn sem henda sér hérna út í svellkaldir og rjúka upp aftur þegar það er allir meðvitaður hvað er... Sko langflestir, en það er alveg nokkrir sem bara spýtast upp og aftur og þú veist halda þetta sé bara venjuleg laug sem er ekki búið að þrífa í einhver 20 ára. En það er samt meira Íslendingarnir. Já, sem að bræða því? Já. Eða eru kannski ekki búin að kynna sér? Já, það er nefnilegt að þetta er orðið svona ferðamannastaður í rauninni og Íslendingarnir vita bara alls ekki mikið þetta eins og þú veist erlendir ferðamenn. Þegar nú er skrítið að horfa og maður sér ekki hérna, maður sér ekki onni og er að synda eins og þú veist það kemur alveg, er það ekki svona stundum fljótandi svona grænþörungar onna? Jú, það vex sko alveg í vatninu og hún er yfirleitt tæmd sko einu svona viku á sumrin og alveg smúlað innan með háþrýstidælu til að losna við. Þú veist, svo er þetta bara svo fljótt að koma aftur og þá verður hún svo rosalega sleip sem þessi af gróðrinum. Já, og það er magnað hvernig þeir vinna þá sitt hreinsir starf líka. En það má þetta ekki vera of mikið af þeim ef að... Nei, það er kannski aldrei of mikið af því góða kannski. Er eitthvað öðruvís í vatninu? Er auðveldar að fljóta? Er annað en það er hægt að vera með opin augu á þess að svíða? Hvað eru aðrir svona kostir þess að vera með heitt ölkeldavatn í augum? Sko, það eru mjög margir sem segja að þetta sé mýkra vatn heldur en venjuleg. Þú veist, það er ekkert búið að rannsaka það eitthvað, en þú veist, það eru mjög margir sem tala um það þegar þeir koma upp úr. Þetta sé svo eitthvað ótrúlega mjúkt og það sé mér svo gott að, þú veist, láta þessu fljóta og bara slaka. Það sé eitthvað svo mikil svona, það sé að taka svo mikið úr vatninu sem líkaminn er að nýta sér. Já, ég veit einhverju sem fara í laugina og þvo sér ekki eftir það, þeir vilja halda þessum góðu. Já. Það er svolítið algengt. Já. Þú voru sér að sjálfsögðu áðurinn fyrir honni, en svo látið það vera á. Já, ég ger það sjálf. Já. Mér finnst þetta sko alveg róa mitt psoriasis, svona ef ég á að segja svo er. Já, og svona húð, þetta sé vinni á húðinni. Og það er sko, það er sama efni í þessu vatni og er í mörgum af þessum XM kremum. Ég man ekkert hvað efnið heitir, en þú veist, það er svona, hefur sýnt að það hafi góð áhrif á XM útbrot. Nú fyrst að við erum komin hérna á Snæfellsnesið, þá skulum við bruna sem leiðlikur í Ólafsvík og hitta 2 stjóra þar, bæjarstjóran og hafnarstjóran. Þeir eru aðeins að takast á það hvor þeirra sé þverhaus. Það fer ekki á milli mála, á milli bæjarstjórans og hafnarstjórans í Snæfellsbæ ríkir mikill kærleikur. Þó að þeim beri kannski ekki alveg saman öll málefni. Við erum komin hérna á bryggjuna í Ólafsvík og fréttum að þverhausi hérna á bryggjunni sem er steinninn hérna bak mig. Við ætlum að reyna að koma að staði hver þetta er því að það er ekki alveg allir sammála þar. Sagan á bak við þennan stein er þannig að þegar að verið að hlaða hérna grjótgarðana hérna, flottu, þá fundum við þennan stein hérna. Já, hann hringdi mig á hérna á sunnudegi. Það voru verktakar að vinna fyrir okkur við að raða hérna grjótunni hérna meðfram. Það hringir í mig og alveg ólmur að ég komi hérna niður til. Það sé svo flottur steinn hérna niður frá og við verðum að gera eitthvað með hann. Ja, það er náttúrulega mikill misskilningur
og bara útúrsnúningur af hans hálfu. Það passar ekki. Ykkur ber ekki alveg saman þetta? Nei, það er nefnilega, ég man þetta svo greinlega. Bjarni Vigfússon Staðarsveit, algjör öðlingur og listasmiður með grjót, hann hjálpaði okkur við að búa þetta hérna til, að bjóða þetta til hérna. Svo þegar að gárungarnir í bænum sáu þetta hérna, þennan fallega stein og þetta fallega höfuð, þá sagðu þeir að þetta hefði nú verið alveg tilvalið að reisa minnisvarð hafnarstjórann á hafnarsvæðinu því þetta væri sannkallaður þverhaus. Það passar ekki. Þannig að það er ekkert að milli mála í þínum huga hverjum þessi steinn var ætlaður? Nei. Ég kem nýrðir og hann verður að sýna mér hvort þessi geta að stilla honum upp hérna og gera eitthvað úr þessu. Og ég segi, jú, bara skoða það og fannst alveg tilvalið að flíka hérna upp á svæðið aðeins. Og ég segi bara, ok, ég fer í málið en fattaði alveg leið að þarna ætlaði hann að láta mig reisa þessi minnisvarða, sko. Svo hérna fer ég í þetta og það er settur flatursteinn undir og hinn ofan á. Og svo er þetta tilbúið og daginn eftir þá bara var það alveg almannarómur. Minnisvarða bæjarstjórunum, þverhúsinn. Nei, ef hann ætti að reisa tilenga mér þennan stein þá hafði hann ekki verið settur á hafnarsvæðið. Hann hefur sett eitthvað annar staðar, þannig að það liggur alveg augum uppi að þetta er hafnarstjórinn, ekki ég. Svo get ég alveg sannað þetta, sko, það er annan nefnilega. Af því að þetta er svo hátt og mikið og ég er svo lágvaxinn. Það gæti aldrei að vera svona stór minnisvarði mig, það er bara lágmynd, sko. Já, það er erfitt að dæma það hvort þeir eru að segja satt, en kannski er þetta bara þannig að hver verður að dæma með sínu nefi. Takk fyrir í kvöld og við sjáumst eftir viku.